Kjartan Henry, fyrsta þrenna sumarsins, ertu ekki bara nokkuð ánægður með þetta? Jú, ég er ánægður með þetta. Ég er sérstaklega ánægður að við fengum 3 stig. Ég var farin að gráta þarna bak við varnarmannaskýlið þegar hann dæmdi vítið en Hannes bjargaði okkur, ekki í fyrsta skiptið og við þurfum á öllum að halda. Feikilega örugg víti hjá þér, menn voru nú í blaðamannastúkunni að veðja og myndi klikka á 3. vítinu. Er þetta ekkert að taka á taugarnar? Jú, ég meina að sjálfsögðu, en þú veist, þess vegna er maður í þessu að fá þyrildin í magann og spennuna fyrir leiki og í leik og mér leiði vel á punktunum í fyrra og mér leiði vel í dag, þannig að það var vonandi að það haldi bara áfram. Gríðarlega mikilvægt 3 stig sem þið takkið með ykkur inn í kvöld. Já, þetta er mjög mikilvægt skref og við töluðum um það fyrir leikin að sama hvernig að við þurftum að fá sigur og taka eitt af þessu litlu skrefum sem við tókum í fyrra og vonandi að þetta bara sé það sem koma skal, við tökum 3 stig og það er það sem KR á að gera. Já, létti fyrir ykkur að taka loksins sigur en það er heilmargt sem að bæta í spilamennski. Já, ég meina við erum búin að fá okkur 7 mörk núna í 3 leikjum og það er vissulega áhyggjuefni en það er eitthvað sem við þurfum bara að fara yfir og reyna að halda núllinu og klára leikina 90 mínútur, ekki byrja seinni hálfleikinn svona aðeins á hælunum og þá refsa liðin því það eru liðin í þessari deildinni mjög jöfn og það þurfa allir að vera á tánum allan tímann. Stigin 3 telji náttúrulega mikið, þá sá ég það á Twitter að margir voru að fagna fantasy-stigum sem þú varst að tryggja þeim. Það er einhver skilaboð til þeirra sem eru með í fantasy-liðinu? Nei, bara þakka fyrir það. Sjálfur veit ég ekki alveg mikið þetta en ég væntanlega gefið þeim einhver stig í dag og ég er líka hættur að fá guldspjöld þannig að bara treystið á mig.